Hrafn, kollegiðinn Finnur að fara sína fyrstu ferð í höllina. Svona áður en við hefjum að greina þetta ítarlegra en svo. Þá, hvaða ráð viltu gefa honum? Þó hann sé nú að fara hérna fyrsta skipti, þá var hann búinn að fara svo marga ferðir með KR hingað og þangað. Ég held að hann viti bara jafn vel og ég. Þetta snýst að reyna bara að njóta dagsins. Þetta er stærsti einstaklega leikurinn sem í boði og við bara held ég ætlum allir að veita honum þá virðingu sem hann á skilið, sem er bara að mæta hann til að spila góðan körfubolta og hafa gaman á. Virðist svolítið loða við bikarinn að það er alltaf einhverju náttúrulega sem spennur að hlaupa á stað með sig og svo náttúrulega aðrir sem einhvern veginn þrífast einstaklega vel í þessu umhverfi. Hverjir tippar þú á að verði mætti til leiks? Já, ég bind vonir við og veit að ég á nokkar leikmenn í mínu röðum sem hafa farið þarna tvisvar og þeir vita alveg hvað þeir eru að fara að gangi í gegnum og ég ætlast til þess að þeim að þeir bara haldi áfram í þriðja skipti með sama prógram og mæti bara tilbúnir. Garbaðingar eru nú frægir fyrir sína silfurskeið. Er búið að blása til allsherjar útkalls? Það er verið eitthvað að skipuleggja, einhverja hittinga og aðeins verið að skipuleggja aðgerðir og silfurskeiðin er náttúrulega stórkostleg og svona kannski handhafi þungavíkta titilliðsins í stuðningsmanna núna og við bundum vonum við að þeir mæti og svo má ekki gleyma því að við eigum ansi öfluga deild innan stjörnuna sem heitir Silfursleifin og stendur upp og syngur og trallar alveg í hvert tækifæri og ég held að ef við náum þeim tveimur saman þessum tveimur deildum þá er komið silfurausan. Já, þá verður silfurausan mæti í höllina, það verður allt vitlaust. En svona að öllu gamni slepptu eldsnögtum þessi tvö lið. KR kannski verið stöðugri aðilinn ef við lítum á Íslandsmótið en Stjarnan með svona, athyglisverða tilburði. Þið gefið ekkert eftir heima en virðist vera annað lið úti. Hvernig eru þið á hlutlausum velli? Er ekki höllin bara heimavöldur Stjörnunnar? Við höfum ekki sýnt neitt annað hingað til. En ég meina við erum bara búin að vera kannski svona work in progress allt of lengi Við tókum í upphafi tímabils ákveðna áhættur í leikmannavali. Svona varðandi hvaða stöðu við tókum. Við vildum svona treysta á fyrir tíð og svona, reyna að endurvekja það sem Fræ gerði með okkur síðast. En við tókum það ákvörðun bara í ljósi þess eða í þeirri von okkar að Jón Sverris og Sæmi myndu vera 100% út tímabilið sem varð ekki í raunin og þeir eru ekki með okkur núna þannig að við töldum okkur vanta svona meira jafnvægi í liði þannig að þá hófst aftur og er enn vinna bara í það sem við erum að þróa okkar leik þannig en það þarf ekki að ræða það með KR mikið að taflan lígur ekki, þeir eru besta liði landsins í dag og hljóta klárlega að teljast svona sigurstranglegir fyrirfram með alla sína landsliðsmenn og með Krejón og kompani. Þannig að við þurfum að hitta á það. Hitta á það, segirðu, er fair, núna áður við sleppur, er fair að stilla þessu upp Davíð Góliat eða eru þið nærðið með það? Ég veit það ekki, ég held að í okkar huga er ekki til sem heitir það skilur þegar leikurinn byrjar. Þetta eru strákar sem eru metnaðarfullir og þeir ætlast til þess að sjálfum sér að þeir mæti inn í þennan leik og þeir vinna hann og öðruvísi gerum við náttúrulega ekki neitt. Hrafn, góða skemmtun í höllinum helgina. Sömuleiðis.